annan kantinn hefur NATO aldrei verið sterkara en leið og það vakna spurning samstöðuna eða hvort að lykil greinin, 5. greinin sameiginlegar varnir haldi að þá það eitt og sér gríðarlega alvarlegt mál, ekki satt. Hvers getum við ætlast af öðrum og okkur sjálfum einhvern veginn ef að við getum ekki staðið með því að Grænland sé ekki innlimað eða hernumið af Bandaríkjunum. Ef að við ætlum einhvern veginn að krumpast í afstöðu vegna þess, þá veit ég ekki eiginlega hvar við stöndum sko, eða fyrir hvað við stöndum. Í grundvallaratum snýst þetta að verja ákveðin grundvallargildi, þú veist. Og það það sem hvað sem gengur á og mun ganga á, að við séum með fókusinn, þú veist, á það. Velkomin á Flekaskil, hlaðvarpsþáttur okkar Dags B. Eggertssonar, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir heiti ég. Við erum svona að gera tilraun til þess að fjalla alþjóðamál, breytingarnar sem eru að gerast og við vitum ekki hvert leiðir, óvissan einhvern veginn út allt, en vitum þó að hvað sem gerist, þá mun það hafa, og það sem hefur þegar gerst, að hafa áhrif á okkur, bæði með beinum og óbeinum hætti og kallar á svona samtal og tilraun til að reyna að bera það á borð og þökkum góður viðtökur. Okkur ekki óhætt að segja það? Óhætt að segja það og kannski einhverju liti óvænt að sko þrýstingur alþjóðalög, brestir í bandalögum og breytt heimsmynd sé eitthvað sem að vekur forvitni fólks en samt það því miður bara staðreind að breytingar í heiminu sem við höfum kannski engin bein áhrif á sem smáríki hefur óneitanlega áhrif á okkur og við þurfum að ræða og hugsa það hvernig við að bregðast við og til þess að það verði gert af einhverju viti þar þurfum við allavega að reyna að skilja þær breytingar sem að verða vegna þess að hraðinn á þeim alveg ógnarlegur. Mér varst líka dálítið áhugavert að það hafi komið fólki á óvart að pólitískir keppinautar myndu setjast saman með kaffibolla og fjalla þessi mál sem að í mínum huga auðvitað þegar öllur botningolt eiga heilt yfir að vera yfir flokka pólitík hafin. Þetta snýst grundvallar öryggis hagsmuni okkar og svona hlutverk okkar einhvern veginn í samfélagi þjóða og fyrir okkur að búa okkur undir breyttan veruleika. Það auðvitað verkefni samfélagsins. Þannig að mér fannst það áhugavert en líka gott að finna að það væri eftirspurn eftir slíku samtali og við auðvitað störum saman í NATO og þingmannanefndinni og kannski förum aðeins yfir þá fundi og þá vinnu og upplifun okkar af því í þessum þætti. Algjörlega og ég velti fyrir mér hvort að þetta hafi komið óvart að við varum að tala saman og með þetta hlaðvarp endurspegli kannski hluta Íslandssögunar vegna þess að það sem við erum að fara að ræða í þessum þætti, NATO, breytingarnar á NATO og alls konar hluti þar sem að kannski ekki nema litlu leyti komið inn í íslenska umræðu að NATO og aðildin að Atlantshafsbandalaginu, þetta var auðvitað mál sem að klauf þjóðina áratugum saman og harkan í íslenskri pólitík í tengslu við þessar spurningar var mjög mikil, ríkisstjórnir nötruðu og þannig að kannski þetta líka svona svolítið kynslóðamál að svona eldri kynslóðin mjög vön því að það sé bara ekkert sjálfsagt að fólk geti talað þetta ekki einu sinni í fjölskyldubóðum, hvað þá stjórnmálamenn á þingi og syngur áttin í pólitík. Já, ég bara hlakka til að fjalla áfram þessi mál. Flekaskil innan NATO sem einhvers konar yfirskrift á þessum þætti ekki? Jú. Já, flekaskil inn í NATO, hvað erum við að tala þegar ég tók sæti á þingi og tók á mig formennsku í þingmannanefnd NATO að þá fannst mér stíga inn í lest sem var á fullri ferð. Ég bara vissi ekki alveg hvert. Og breytingarnar sem hafa orðið á þessu rúma ári í umræðunni og líka bara í tungutakinu er eitthvað sem að
hefur auðvitað slegjumann og gott að fara yfir en ég held að því við vorum að tala um Úkraínu í síðasta þætti og hvernig Úkraínu stríðið verður svona aflvægi mikilvæg breyting á mörgum sviðum að þá veit ég að sé kannski bara gott að því við erum að tala um svona NATO í nútímanum að rifja upp og þetta varðu auðvitað til mikilvæg breytinga á NATO í Evrópu að Finnland og Svíþjóð gengur til liðs við NATO, Svíjar eftir yfir 200 ára hlutleysissögu og Finnar eftir að hafa haft alveg sína sérstöku stefnu en við lýstum því svolítið í síðasta þetta hvernig það gekk fyrir sig en það sem að maður þarf kannski að muna er að þetta styrkti bara verulega herafla NATO í Evrópu sérstaklega í norðurhlutanum og eitt af því fyrsta sem að ég gerði eftir ég fór þarna inn var að bara einhvern veginn kynna með tölur hversu öflugt er NATO og það er bara mjög öflugt það er einhver logið þegar sagt að þetta sé öflugasta varnarbandalag í heimsögunni og það gildir einu hvort maður sé að telja flugvélar, skip, mannafla eða annað en þá maður auðvitað alltaf að tala samanlagðan herafla Evrópu og Bandaríkjana og það sem að einkenndi svona fyrsta vorið fyrir ári síðan var umræða Evrópu og Bandaríkin og hvernig eigi að deila byrðunum og það hefur alveg brakað í svo vægt sér til orða tekið eftir að Trump verið forseti í Bandaríkjunum. Já, ég held að í þessu við umræðan var þá til að byrja með mjög mikið það að Evrópa þyrfti að gera meira auka útgjöldin og vera í betri færum að hafa burði til þess að raunverulega verja sig meira sjálf og deila byrðunum og þótt það hafi og ég segi þótt fyrr hefði verið og ég held að sé flestir svona komnir á þann stað núna og því leitinu til má alveg halda því til haga það gerðist ekki við komu Trump Bandaríkjaforseta í seinna sinn að þessi umræða fór á stað þetta hefur verið rætt af hálfu Bandaríkjana bara með öðrum og vægari hætti langan tíma en þá er líka mikilvægt að svona aðeins að þannig við dveljum ekki of lengi við það ég held að það séu allir búnir að ná því og umræðan í dag að því mér stundum eins og við segjum þessi afgreitt svona já hann er að segja það sem að var bara örugglega alveg rétt það ekki og maður segir jú það var rétt og þannig sé einhvern veginn verið að svona svolítið réttlæta og setja svona þess að tóna niður hvað er mögulega að gerast innan Atlantshafsbandalagsins eða á hálfu Bandaríkjanna en ég myndi segja að við séum komin yfir það og fram hjá því ef að þessi umræða hefði svona verið kælt einhvern veginn eftir til dæmis leiðtogafundinn síðastliðið sumar þar sem að nánast öll ríki samþykkja 5% varnarútgjöld að þá þá væri ég ekki með þær áhyggjur sem ég hef í dag en þetta stoppar auðvitað ekkit við það nú erum við farin að nú eru ríki búin að skuldbinda sig til þessa eftir það er Trump með miklar og stórar hótanir að taka yfir Grænland hann er farin að viðra það bara með stórum orðum að Bandaríkin eigi bara ekki að vera í Atlantshafsbandalaginu og það má alveg halda því til haga að þetta er nú eitthvað sem að hann hefur auðvitað haft sterkar skoðanir og ekki mjög jákvæðar á Atlantshafsbandalaginu ásamt háum tollum í rauninni allt frá 9. áratug síðustu aldar þannig að það er nú það er kannski þetta tvennt sem hefur verið bara skýrt af hálfu Trump frá því löngu áður en að hann var beitt þátttakandi í pólitík þannig að ég held að þurfum líka aðeins að geta tala svolítið svona með hreinskiptum hætti en alveg yfirvega þó ég meina NATO hefur alveg lent í krísum áður það er ekki fyrsta sinn en að við svona raunverulega meltum það hvað hann er að segja og hvað eru líkur á því að eitthvað slíkt gerist hvaða áhrif myndi það hafa á Atlantshafsbandalagið svona funksjón þess eða getur til þess að vinna og starfa og síðan hvað er Evrópa að gera til þess að búa sig undir bæði aukin þunga í fjölþótta árásum og síðan mögulegum eðlisbreytingum einhvern veginn á þessu samstarfi. Já, eitt af því sem að mér fannst mjög fróðlegt að kynnast og setja mig inn í eftir að ég kem og fyrir að tengjast þessum varnarmálum og málumnu NATO var
svona í gegnum fjölmiðla og getur þessu umræða prósentin og einhvern veginn framleitu varnamála virst eins og einhverja skylmingar stjórnmálamanna hver er að borga reikningin eða hversu stórun hluta af honum en að mikilvægt kannski að fólk áttu sig á því að þessi 3,5% sem fyrst voru mikið rætt byggja í raun á endurmati á varnarþörfum fyrir NATO og sérstaklega út frá ógnarmati út frá ógnarmati sem snýr mjög mikið af ógninni sem stafa frá Rússlandi og mér var dálítið brugðið þegar ég fór að lesa það sem þrátt fyrir allt leyniþjónustur NATO-ríkjanna birta óumberlega og ég var að grúski þessu fyrir meir en ári síðan og þegar Danir og síðan Þjóðverjar og Pólverjar og fleiri fór að segja sko hvaða sviðsmyndir gætu teiknast upp ef ekkert annað breyttist en að friður kemist á í Úkraínu, Rússar héldu áfram að framleiða hergögn og hervæðast eins og þeir hafa gert á tímum Úkraínustríðsins en NATO brygðist ekki við að þá gæti teiknast upp staða sem væri bara í raun bráðógn að einhvers konar innrás Rússlands í NATO-ríki þar sem þeir létu reyna á samstöðu NATO innan í raun ótrúlega skamms tíma stysta mati var kannski jável innan við 2 ár sem við sögðu 5 ár og þannig að þetta einn svona faglegi skulum við segja veruleiki á bakvið þessa tölur og svo þarna 1,5% til viðbóta sem eru þá varnartengd útgjöld til dæmis vegna veikleika sem að tengist því að koma hergögnum yfir landamæri, yfir brýr og vegi og annað slíkt þannig að þetta fer fljótt að snúast bara siglu samfélaga og hæfnina þannig að þetta einhvern veginn svona 2 veruleikar annars vegar þetta eitthvað fagfólk og hermenn og sem að vinna mjög náið saman líka yfir Atlantshafið að gera alls konar plön og tryggja öryggi Evrópu og Ameríku og NATO sem heildar og svo þessar rosalegu skylmingar í pólitíkinni og manni líður svolítið eins og svona annar hópurinn sé á fulla að auka öryggið en að margt af því sem þú varst að lýsa þetta alveg graf alvarlegt út frá öryggi og vörnum ekki satt því að á annan kantinn einhvern veginn hefur NATO aldrei verið sterkara en leið og það vakna spurning samstöðuna eða hvort að lykil greinin, 5. greinin sameiginlega varnir haldi að þá það eitt og sér gríðarlega alvarlegt mál ekki satt. Jú, og þess vegna held ég sko að því eins og þú nefnir, þú veist, Atlantshafsbandalagið hefur út frá hernaðarmætti aldrei verið sterkara en 5. greinin auðvitað pólitísk grein sem virkjast ekki af sjálfu sér. Það ekki þannig að það, þú veist, ef einhverju atburðir gerast að þá virkist 5. grein og svo bara rúllast að einhverju aðstoð. Heldur þetta pólitísk ákvörðun sem að kallar á samþykki allra aðildarríkja sem sitja við borðið og meiri segja þegar að svo slík ákvörðun tekin sem hefur auðvitað bara einu sinni verið tekin til að koma Bandaríkjunum til aðstoðar eftir fall tvíburaturnanna og hryðjuverkaárásar þar að þá þarf að vera samstæð það sko í hverju stuðningurinn felst þú veist hvað gert þannig að og ég held að sko undanfarna áratugi þá höfum við þetta gert sko öryggi hefur mikið til falist í þeim fælingamætti sem felst í Atlantshafsbandalaginu einingunni þar innan dyra og svona þeirri staðfestu að við ætlum að gera það sem þarf til þess að venda í rauninni frið, öryggi og frelsi þess fólk sem að býr á þessu svæði en ef sko ógnin og hættan metin einhvern veginn yfirvofandi að þá auðvitað hættir fæling kannski að vera mikilvægasta verkefni heldur fyrir raunveruleg varnar geta og varnar viljin að vera það sem öllum máli skiptir og þess vegna þótt það sem núna gerast í Bandaríkjunum segjum svo að það væri ekki að gerast þá væri samtalið samt held ég að breytast við værum auðvitað alltaf stað en það væri samt að breytast vegna þess að fólk þarf að svona
horfa í spegil og spyrja sig allt frá, þú veist, pólitískum leiðtogum yfir í, þú veist, hermenn og almenning og bara viðnámsþróttur og varnargeta og allt þetta, allt frá bara svona sveitarfélögum og upp úr, skilurðu, að spyrja sig, þú veist, hvar erum við stödd, hvaða getu og burði höfum við og hver er vilji samfélagana, hvert í sínu lagi og saman, ef á reynir. Af því að þrátt fyrir að það sem er að gerast í Bandaríkjunum væri ekki að gerast, þá væri þetta samtal að þróast vegna þess að ógnar, þú veist, hættumat og ógnin er hérna álitin og metin af bara nánast öllum sem að þetta skoða, allt önnur og meiri heldur en við höfum bara séð í marga ára og tí. Já, og það sem að meira, hún er kannski metin öðruvísi eða öllu fjölþættari. Já. Veist, það er þessi hefðbundi hernaður sem að kannski getur virkað 5. greinina, en svo er það fjölþáttaógninnar sem eru raun skemmdaverk, þetta geta verið skemmdaverk á mikilvægum innviðum eins og ljósleiðaraköplum milli landa og hafsbotni eins og við séum í Eystrasaltinu, það er verið að kveiki í heilu verslunarmiðstöðunum í Póllandi, eyðileggja lestartinn og svo framvegis. Og eitt af því sem kom mér á óvart var að átta mig á því, ég hafði bara aldrei veltið fyrir mér að sko þröskuldurinn til að virkja 5. grein og virkja í raun NATO með öllum sínum styrk er ansi hár, af því að það er náttúrulega ábyrgða svona viðhluta mikið að gera það, þannig að alls konar svona hlutir geta verið í gangi án þess að NATO í raun og veru virkist, þannig að ég skynja það þannig að sko áherslan á í raun lögreglulið ríkjana, samstarfinnan Evrópusambandsins í gegnum Europol og alls konar í raun vinna varandi fjölþáttaógnir sem að NATO kemur að en er kannski af ekkit síri þunga innan Evrópusambandsins, er hluti af þessari mynd og ég er ekki viss um að ef maður skynja svona í umræðinu hér heima fólk áttar sig ekki á því hvað fjölþáttaógnir eru stór hlut af því sem við þurfum að verjast, jafnvel þó að flesti séu sammálum að það sé fyrst og fremst þannig ógnir sem að við þurfum að vera að huga að sem Ísland. Já, alveg rétt og meira segja þú ert með Atlantshafsbandalagið, vinnuna þar, 5. greinina, þröskuldurinn sem er auðvitað líka dálítið lifandi þröskuldur, svo má segja, þú veist, það er auðvitað líka pólitísk ákvörðun hvar hann er. Og það er líka svona ákveðin dýnamík í þeirri umræðu, ég meina hvað þyrfti til, þú veist, er netárás ígildi 5. greinar, þú veist, gæti það virkja 5. grein? Ekki hingað til, en ef að netárás myndi, þú veist, lama samfélagi þannig að fjöldi fólks myndi missa lífið, þú veist, hvar er, skilur, það er eitt og síðan áherslur innan Evrópusambandsins á viðnámsþrótt og fjölþáttaógnir og síðan niður á bara hvert og eitt samfélag og það er kannski það sem að þú veist, maður er að vona að fólk svona tengi við að við sko ættum að geta verið sammálum að við þurfum að vinna ákveðna heimavinnu hér sjálf óháð öllu og öllum þú veist, það er okkar verkefni á Íslandi að tryggja netöryggi þú veist, við framseljum það bara ekkert sko, við getum unnið með öðrum þjóðum, við getum unnið í ykkur samstarfi og eitthvað, en það er bara okkar heimavinna að tryggja að við höfum burði til þess að verja slíkum ógnum og við höfum verið með mikla áherslu á það, við erum orðin betri í því en þeir sem vilja okkur illt, þeir eru líka orðinir miklu betri í því, þannig að þú veist, þetta er eitt, annað er síðan í gegnum, þú veist, NATO samstarfið að vera framúrskarandi svona gistiríki, þar að segja að taka vel á móti bandamönnum sem koma hingað til æfinga og starfa og svo framvegis. Þú veist að ratsjástöðunar okkar virki og svona fæði hérna kerfin sem að bandamenn allir njóta góðs af og síðan þessi almenni viðnámsþróttur og þess vegna finnst mér mikilvægt að við horfum til þess hvað Finnar hafa gert og það er alveg mál að segja, ég meina þú veist, þeir hafa auðvitað ekki verið í NATO-num í mjög stuttastund. Þeir eru með sko hernaðlega getu, varnargetu, viðnámsþrótt, þetta er svona í þeirra kúltúr og DNA sem samfélags að vera viðbúin og eins og Alexander Stubb sem við nefndum nú líka hérna í síðasta þætti eða þar síðasta þætti að þreytist ekki á að segja, þú veist, allur þessi viðbúnaður er ekki út af Stokkólmi, það er ekki út af landamærum við Svíþjóð. Þannig að það er eitthvað sem að þú veist, við þurfum hérna að svona horfast í augu við, þú veist, hvað er það sem við þurfum að gera, hvað er bara á okkar ábyrgð og síðan að finna leiðir til þess að vera betur í stakk búin til þess að
byggja upp þessa getu og fjárfesta það sem þarf að gera og svona meðtaka veruleikan og hvað best að ná því fram og það að hluta til auðvitað í gegnum allskyns alþjóðasamstarf, þú veist, við vinnum með Norðurlöndunum, við erum með Nord-EFCO, við erum með sameiginlegu viðbragðssveitina sem við fjöllum held ég líka, Evrópusambands samstarf, jafnvel tvíhliða eða svæðisbundið yfir í Atlantshafsbandalagið. Já, við vorum að reyna að ná svolítið utan þetta í nýju varnar- og öryggisstefnunni sem við komum bæðað sem þingmenn að leggja grunnað og hefur verið samþykkt á þingi þar sem við erum annars verið að minna á hornsteinana sem aðildin að NATO, varnarsamningur við Bandaríkin en hluti af því að bregðast í þessum breytta heimi og svolítið brotakenda heimi og hugsanlega bresti í bandalögum að eiga fleiri að og þar auðvitað tvíhliða samstarf eins og við finna og eins og við Þjóðverja en líka við Evrópusambandið sem skiptir máli en þessi umræða alltaf ég held að enginn gerir athugasemd þegar maður gerir tvíhliða samning við Þýskaland eða Finnland eða nokkra aðra NATO-þjóð sannlega ekki, kannski látum það líka með til hluta ég held að varnarsamningur við Bandaríkin verðskutu bara alveg heilan þátt en leið og Evrópusambandið nefnt í opinberri umræðu að þá einhvern veginn förum við svolítið í gömlu skotgrafirnar sem svona bara einhver Evrópu umræða sem að fólk kann frá gamalli tíð og bara dregur fram gömlu ræðurnar og mér langar nefnilega aðeins að lýsa þessari upplifun að koma inn á NATO-þingið og fylgjast bara með hvað umræðan NATO sjálft breytist óbáslega hratt þegar ég fyrir á minn fyrsta fund með þér í febrúar í fyrra að þá var eiginlega aðalega uppnám vegna yfirlýsinga Trump Kanada og aðrir héldu sér bara svolítið til hlés jáfnvel þó hann hefði svipað leyti verið að nefna Grænland en núna í haust og í vetur að þá orðræðan orðin sterkari Evrópustóð sem orðalag sem við notum líka hérna á Íslandi að styrkja Evrópustóð NATO og það styrki NATO í heild sterkari Evrópa sterkara NATO svona einhver frasi þar en orðalagið NATO undir evrópskri forystu líka farið að skríða einhvern veginn fram og aðstofa varnarmálaráðherra Bandaríkjanna notar í raun það orðalag á síðasta varnarmálaráðherra fundi að þeir nýju veruleiki sé sá að Evrópa þurfi að búa sig undir það að vera svona í meginatriðum í ábyrgð fyrir evrópskum hefbundum vörnum í Evrópu og ef einhver hefur verið að tala svona fyrir ári síðan, ég tala ekki 10 ára síðan, þá hafði hann annarkot verið álítið frakki af því að frakkar hafa lengi talað fyrir svona einhverju svona sjálfstæðri Evrópu í NATO eða einhvers staðar á jaðrinum í þessari umræðu en Bandaríkjamenn og líka í auknum mæli Evrópuþjóðurnar hafa verið að bæði taka á sig meiri ábyrgð, ekki bara fjárhagslega heldur líka að fara fyrir liði NATO sem stjórnaði frá Norfolk og Napoli og Brunsvík og þetta einhvern veginn þróun í einhverja átt og evrópski leiðtogar virðast kannski auðvitað verið að reyna að undirstrika að þetta þýði ekki að Bandaríkin sé að fara því við erum öll sterkari saman en þetta svona eitthvað sambland af svona skipulegri en mjög hraðri hreyfingu í þessa átt og síðan titringi vegna svona þessara pólitísku bresta sem að svona birtast bara í gegnum fjölmiðla í alls konar skeytasendingum einkum þó frá Bandaríkjunum til Evrópu fyrir ekkert en öfugt. Já, og ég held að við þetta dálítið vand með fara einhvern veginn í umræðina því að þegar að Evrópa notar stór orð hvað þau vilja geta gert að þá það stundum gagnrýnt að það einhvern veginn megi lesa í það að Evrópa telji sig í alvörunni geta staðið ein og sér. Ég held að ég veit ekki eitt einasta Evrópuríki og einn einasta leiðtoga Evrópuríkis sem að einhvern veginn dreymir það að Evrópa standi einu á báti. Ég held að sé meira að fólk hafi
raunverulegar áhyggjur af því, herðu, hvað gerum við ef svo og þess vegna, þú veist, ég meina auðvitað alveg réttmætt gagnrýni á Evrópu, þú veist, út frá svona getum markmiðum og útgjöldum og öllu því en það allavega að vera, þú veist, vinnið núna, hvort það ég meina, það ekki verið að gera nægilega hratt en vonandi, þú veist, tekst okkur að halda þessu eins mikið saman og við mögulega getum og sýnum í verki að, þú veist, við tökum því alvarlega að þurfa að fyrir okkur sjálf líka að gera betur og vera, hafa meiri burði og halda síðan í allar þær pólitísku línur sem og þræðir sem við getum því að þetta samstarf, þú veist, innan Atlantshafsbandalagsins og yfir Atlantshafið þetta, þú veist, það bara grundvallar atriði að það haldi með einum eða öðrum hætti og við náttúrulega tölum alltaf sko Evrópa annars vegar og Bandaríkin hins vegar og Kanada þarna mitt á milli, auðvitað hluti á Norður-Ameríku en svona í hjarta sínu og leitar mikið til okkar þannig að það má ekki gleyma þeim. Kannski verður bara Kanada og undan okkur inn í Evrópa Mögulega, já, mögulega en þetta alveg rétt og hluta þess eitthvað sem hægt að einhvern veginn hugsa röklega og útlista hvernig að þróast en svo koma bara svona eins og þú nefndir bara sprengjur inn á þetta borð eins og Grænlandsmálið og kannski eru fá mál önnur sem að hafa einhvern veginn hreyft jafn mikið við evrópskum leiðtogum og reyndar þingmannasamtökunum við ályktuðum eða stjórnin samtaka með reyndar bandarísku þingmönnum, ekki gleyma því að mjög margir bandaríski þingmenn eru bara öxl við öxl við evrópska þingmenn og Evrópu og NATO hefur mikinn stuðning á bandaríkjaþingi en Grænlandsmálið svona í raun hreyfði rosalega við, kannski gekk engin lengra heldur en forsætisráðherra Danmerkur, enda máli mjög skilt og bara bent á það að ef að sko Bandaríkin myndu fara inn í Grænland að þá væri NATO kannski bara ekki til. Já, og ég sé ekki hvað hún hefði geta sagt annað og sem betur fer, þú veist, stóðu aðri bandamenn með Danmörku í því og það skiptir raunverulegu máli en síðan má alveg, þú veist, ég held okkur sé óhætt að ætla að því máli auðvitað ekki lokið, hvernig sem, þú veist, guð mig góður hvað ég vona bara að mönnum takist einhvern veginn að finna einhverja leið í þessu en þessu máli ekki lokið, það ekki farið, það ekki búið að leysa þannig að sko, að því þetta allt frá, þú veist, þessu bæði svona orðalagi en það líka, ég meina auðvitað merkjasending að varnarmálaráðherra eða stríðsmálaráðherra Bandaríkjanna mætir ekki á varnarmálafundi í NATO heldur sendir sína undirráðherra. Það er ekki normið, það ekki þannig sem Bandaríkin hafa tekið þátt í Atlantshafsbandalaginu þannig að þú veist aftur verðum við að lesa það sem verið að ekki bara segja okkur heldur gera en síðan, þú veist, síðan hugsa maður auðvitað og minni sig á, það ekki eins og, ég meina, Atlantshafsbandalagið hefur alveg gengið í gegnum ýmislegt og það þrautsegja í þessu öllu saman, þannig að vonandi tekst okkur með einum öðrum hætti að, þú veist, finna út úr þessu en hvernig sem það fer, að þá liggur fyrir að ógnarmatið breytt, veruleikin breyttur, Evrópa þarf að hreyfa sér hraðar og taka ákvarðanir og þá þetta list og hún erfið að finna jafnvægi í því hversu hreinskiptun og heiðarlegur ertu með eitthvað stöðumat sem pólitískur, þú veist, fyrir leiðtoga Evrópulanda sem að sko annars vegar höfum við tilhneigingu til að gera einhvern veginn kröfu með almenningur treyst okkur en ef við treystum ekki alveg fyrir sannleikanum þá það svolítið erfitt og vera síðan aðalega hissa ef að almenningur ekki tilbúin að, þú veist, færa fórnir, hvort það eru fjárhagslegar eða aðrar, núna fyrst og fremst fjárhagslegar, pólitískar, þú veist, til þess að byggja upp frekari getu. Ég meina, það getur ekki koma okkur óvart ef að við erum ekki alveg, þú veist, að segja hlutin eins og þeir eru, en það er líka erfitt að segja hlutin eins og þeir eru nema þú sért með einhver áætlun það hvernig þú ætlar að bregðast við því.
þannig að þú veist, ég ekki að láta þess að þetta sé einfalt en það bara vonandi að við Evrópulönd almennt séu að nýta tíman vel hvar sem þau mögulega geta og bara ef allir væru bara aðeins meira svo Finnar þá væru við betri málum. En Ísland var býsna skýrt varandi afstöðu sína í Grænlandsmálinu og að því að það svona alveg klassískt dæmi þar sem annars vegar prinsip og hins vegar mjög mikilvæg bandamaður sem eru Bandaríkin. Varstu ána með einhvern veginn að tala svona skýrt í hópi Norðurlanda og síðan Evrópu leiðtoga? Já, ég meina, þú veist, hvers getum við ætlast af öðrum og okkur sjálfum einhvern veginn ef að við getum ekki staðið með því að Grænland sé ekki innlimað eða hernumið af Bandaríkjunum, þú veist. Ef að við ætlum einhvern veginn að krumpast í afstöði vegna þess, þá veit ég ekki eiginlega hvar við stöndum sko, eða fyrir hvað við stöndum. Þannig að, þú veist, ég var ánægð með það. Ég skil alveg, þú veist, auðvitað hugsa fólki, já, auðvitað fyrir ykkur að segja hluti sko. Hvað ef, þú veist, á reynir, hvaða fórnir eru þið að færa? Þú veist, það alltaf, ég meina, það líka ákveðin svona jafnvægi sem að íslenski ráðamenn almennt þurfa að finna og ég hugsaði reglulega ég meina þegar þú situr á ráðherrafundum í lokuðum samtölum og einhverjum öðrum samtölum víðsvegar þú veist, öryggis- og varnarmál og stríð í Úkraínu og stuðning og hættu á að, þú veist, einhver viðbrögð kalla á stigmögnun og eitthvað. Auðvitað þurftum ég þurfti reglulega að hugsa, hver minn staður hér sem fulltrúi, þú veist, Íslands sem herlaust ríki. Og það alveg, það á alltaf við sko en á móti má þá líka segja sko okkar þáttaka, okkar rödd, okkar afstaða, okkar þú veist mjúka vald sem þetta eina valdi sem að Ísland hefur við þurfum að hafa þú veist sjálfstraust til þess að fylgja því eftir og sinna því og það skiptir líka oft máli fyrir önnur ríki sem eru einmitt líka að taka slíka ákvörðun og þyrftu mögulega þú veist, gera eitthvað í framhaldinu sem að, skilur, við stöndum ekki fram fyrir. Það skiptir þau líka máli að þú veist, landið svo Ísland sé með í slíku málflutningi. Já, það þetta með sko sjálfstæðið og nota sína rödd og getur kannski komið inn á það í einhverju síðari þáttum þessi valkostir að liggja lágt og láta lítið fyrir sér fara eða tala skýrt og beita sér eins og við höfum líka sögu af eins og þau viðurkenndum sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna og tjáum okkur skýrt í þessu grænlandsmáli að en þetta getur verið álitamál en sko ef við stöndum ekki með prinsipónum og einhverjum sem eru bara í býstna líkri stöðu og við sjálf erum eins og Grænland og Danmörk í þessu tilviki að þá kannski langt gengið en þannig að ég bara sammála þessari greiningu við munum fara betur yfir bara stöðu Íslands svona í einhver varnarsamhengi og norðurslóðir og í tengslu við umræðan varnarsamningin en eitt af því sem að ég á erfitt með að einhvern veginn svara að sjá fyrir mér sko hvernig sér maður svona eitthvað varnararkitektúr innan NATO að því að ég trúi á NATO í stið NATO, trúi að NATO muni lifa en í einhvers konar breyttri mynd hvernig þessi svona varnararkitektúr mun hugsanlega breytast, þú veist, ertu með sýn á það hvernig hann ætti að breytast eða hefur þú trú á því að NATO verði til? Ég hef trú á því að NATO verði til og við eigum bara svo ótrúlega mikið undir því að NATO sé áfram til það mun, þú veist, það verða breytingar en hvers konar merkimið á að setja á þær sko, þú veist, það bara breytingar í formi hvernig við skiptum byrðunum, þú veist, eru það breytingar í formi pólitískra, þú veist, hver mannar hvaða stöðu, þú veist, hvernig valdastruktúrun einhvern veginn innan, þú veist, eða pólitísk áhersla,
ég meina NATO hefur þetta verið mjög sterk pólitísk áhersla í bandarískum í bandarísku utanríkispólitík, þú veist, frá því að NATO búið til, þú veist, mun það breytast. Það hefur verið þannig að það er ekki mikil stemming fyrir því að tala svona blokkir innan NATO, og ég man að maður þurfti reglulega að vanda sig þegar Finnar og Svíar voru að sækja aðild, að þú veist, vera ekki að tala eitthvað norræna blokk, þótt manni liði þannig að þú veist, maður fagnaði því að fá Norðurlanda, þú veist, vini og nágranna með alla þá getu sem að þau hafa inn í Atlantshafsbandalagið. Það hefur ekki verið stemming fyrir svona blokkamyndun innan NATO. Sömuleiðis til dæmis varandi norðurslóðu sem við komum inn á líklega seinna, að þá hefur það verið þannig að norðurslóðaríki sum, Ísland ekki þar á meðal en önnur, hafa ekki viljað fá svona einhver ríki sem ekki eru norðurslóðaríki til þess að vera einhvern veginn mjög inn í því og hafa einhverja skoðun og svona hafa mikið það að segja. Það er líka breytt. Nú eru bara norðurslóðaríki, auðvitað er Rússland ekki í því samtali en norðurslóðaríki önnur, áfram að þetta færist ofar á svona agenduna og listan og það þýðir að fleiri hafi eitthvað það að segja, og bæði, þú veist, þá við Bretland, Þýskaland og bara innan NATO líka, þannig að ég held alveg að þú veist, það verða breytingar, en þessir innviðir innan NATO, þú veist, þessi langa saga, þú veist, áætlanagerð og svona strúktúr og geta og þetta svona stofnana minni og allt þetta, þú veist, þetta auðvitað svo ótrúlega mikils virði og bara ég hvet þá sem hafa áhuga á að lesa bara stoppsáttmála Atlantshafsbandalagsins, af því að við nefndum það örugglega held að í fyrsta þætti, þú veist, þetta snýst líka í grundvallaratum snýst þetta að verja ákveðin grundvallagildi, þú veist, og það er það sem hvað sem gengur á og mun ganga á, að við séum með fókusinn, þú veist, á það, og þá líka að önnur ríki, þar að segja Evrópa og Kanada, sýni í verki með því að, þú veist, auka útgjöld og taka meiri bæði sko ábyrgð og byrðar, að við séum tilbúin til þess að verja þau og þess að svona gerir okkur öllum kleift að viðhalda í svona þá lífshætti sem að við viljum geta gert, sko. Já, grundvaldagildin og í raun er líka að vísa til grundvaldnar reglana sem við höfum verið að fjalla einmitt. NATO snýst líkum að virða þær. Já. Og þess vegna einhvern veginn skar Grænlandsumræðan sig úr, en NATO snýst eiginlega líka sín á viðskiptafrelsi og efnahagslega samvinnu þessara landa sem var svona kannski kontrast við Austurblokkina á sínum tíma og til þess að nefna fjórða þáttinn sem að hefur verið svolítið í umræðinni núna þegar Bandaríkjaforseti kallaði eftir aðkomu NATO að sko árásum á Íran, að þá voru margir sem bentu réttilega á það að NATO var enda bara aldrei hugsað sem þannig bandalag, heldur varnarbandalag, fyrir utan það að innrásin í Íran var ekki borin undir bandamenn eða borin upp með neinum hætti á. Nei, þannig að þetta er svo margslungið og auðvelt einhvern veginn að umræðan fari út allt. Íslenska samingið, það verður áhugavert að ræða kannski bara í samingi líka við varnarsamningin og einhvern veginn hvar það allt saman stendur, en er þetta ekki svona allavega einhvers konar gegnum lýsing á þessari stöðu og þessum hröðu breytingum sem er sannlega ekki lokið innan NATO, þar sem við erum á einum flekaskilunum. Já, og nú er engin kissið að trufla til þess að létta þetta í lokin, en ég vil bara segja þegar, þú veist, ég veit að mörgum finnst þetta svolítið svona eitthvað dökkmynd og svona lönd og þú veist, þegar að fólk eins og við þekkjum bara í kringum okkar líf með móður náttúru, þegar að við leggjum okkur fram að horfa veruleikann eins og hann er og búa okkur undir það sem getur gerst, það þýðir ekki að við séum sko með einhvern veginn dökka mynd af öllu og það sé voða erfitt að vera til og taka ákvarðanir.
af því að samhliða því að þú vinnir heimavinnu og sért undirbúin að þá hjálpar þér að þú veist vera áfram skilur bjartsýn og hérna finna það að þú veist að við séum hérna á góðum og örugum stað þannig að ég vil bara enda á þeim nótum sko að þú veist það að ræða þetta það til þess að þú veist við séum í stakk búin og búin undir það að þú veist ytri aðstæður að breytast og það getur haft áhrif á okkur og við eigum bara mikið undir því að geta áfram þú veist lifa hér í örugu farsælu samfélagi útflutningsdrifnu og hérna þurfum ekki einhverjum grundvallaratriðum að endurskoða þú veist einhverja þætti sko. Nei nákvæmlega og hérna til þess að einmitt að taka undir og vera á jákvæðanótunum að hérna að NATO varnarbandalag sem að þjóðir sem telur sér hættu sækja í vegna þess að NATO ásamt ýmsu öðru hefur tryggt frið í 80 ár án þess að hleypa í raun af byssukúlu í þeim skilningi að þurfa að bregðast við sem varnarbandalag Ég man eftir mynd eitthvað staðar í hérna Vilnius það sem svona mynd svona af daglegu lífi og svo svona stór blá regnhlíf og mér finnst hún kjarna ágætlega þú veist þetta hlutverk Atlantshafsbandalagsins og svona fælingamátt sérstaklega fyrir þau ríki sem að bara þú veist stafar meiri ógn af nágrunum sínum heldur en við og hvað Atlantshafsbandalagi hefur þýtt þú veist í allan þennan tíma og þess vegna þú veist vona ég að við verðum bara að finna ykkur leiðir til þess að halda því þótt það verði ykkur aðeins annari mynd Nákvæmlega Er það fullkomið? Nei. Er það komið á eitthvað svona endastöði þroska? Nei. Munum við sjá mikla breytingar? Já. En hérna það er ótrúlega spennandi að bæði fá þarna innsýn og ég held að einhverju leyti eigum við að fagna því að evrópska stoðin í NATO sé að styrkjast því að allavega ég horfi núna til Evrópu að standa vörðum þessi gildi og fríverslun og annað sem að fyrir mér er líka grunnurinn að NATO Ég var að láta eitthvað svona vera loka orð Er það ekki bara? og þó við höfum ekki leyst alla hluti og hérna Við gerum það í næsta þætti Já, við gerum það, já, við leysum alla hluti í næsta þætti Nei. Takk fyrir Takk